Strákurinn í röndóttu náttfötunum. Blaðsíða 77. 8. kafli. Hvers vegna amma rauk á dyr. Þær tvær manneskjur sem Bruno saknaði mest af öllu að heiman voru afi hans og amma. Þau bjuggu saman í lítilli íbúð nálægt ávaxta- og grænmetisbásunum og það leyti sem Bruno flutti til Auschwitz var afi næstum því 73 ára gamall, sem þýddi í huga Brunos að hann hlyti að vera það bil elsti maðurinn í öllum heiminum. Einu sinni hafði Bruno reiknað út að ef hann lifði sína eigin ævi 8 sinnum aftur, yrði hann samt 1 ári yngri en afi hans. Afi hans hafði alla sína ævi rekið veitingahús í miðbænum og pabbi Martins, vinar hans, var kokkur hjá honum. Þó að afi hvorki eldaði lengur sjálfur né þjónaði til borðs í veitingahúsinu, eyddi hann flestum sínum dögum þar, sat við barinn eftirmiðdaginn og ræddi við viðskiptavinina, borðaði kvöldverð þar, hló og skemmti sér með vinum sínum og fór ekki heim fyrr en veitingahúsinu var lokað nóttina. Amma Brunos virtist hreint ekki gömul samanborið við ömmur annarra stráka. Bruno varð reyndar steinhissa þegar hann uppgötvaði hvað hún var gömul. 62 ára. Hún hafði verið ung þegar hún kynntist afa eftir eina af tónleikum sínum og einhvern veginn hafði hann talið hana á að gifta sér þrátt fyrir alla hans galla. Hún var með sítt, rautt hár sem var ótrúlega líkt hári tengdadóttur hennar og græn augu og hún hélt því fram að það stafaði af því að hún var írskt blóð í æðum sínum. Bruno gat alltaf vita hvenær fjölskyldubúð voru að ná hámarki, því þá var amma vön að vera á sveimi nálægt píanóinu þar til einhver settist niður til að spila og bað hana að syngja. Ha, hvað segirðu? Hrópaði hún alltaf og lyfti hendinni upp á brjóstkassanum eins og hún missti andann við tilhugsunina eina. Á ég að taka lagið, Rían mín? Nei, það get ég alls ekki. Ég er hrædd að söngdagar mínir séu löngu liðnir, ungi maður. Söng, við viljum söng, hrópuðu allir í veislunni þá og eftir hæfilegt hlé, kannski jafnvel 10 eða 12 sekúndur, var hún vön að gefa sig, snúa sig til unga mannsins við píanóið og segja hratt og í gamansömum tón. La vie en rose í es-moll og reyndu að halda í við tilbrigðin. Söngur ömmu yfirgnæfði flest annað í veislum heima hjá Bruno og af einhverri ástæðu virtist hann yfirleitt eiga sér stað svipað leyti og móðir hans færði sig yfir í eldhúsið ásamt nokkrum vina sinna. Faðir hans varð aftur á móti alltaf eftir í stofunni og hlustaði og það gerði Bruno líka því honum fannst ekkert skemmtilegra en að heyra rödd ömmu rísa í efstu hæðir og sjá hana baða sig í fagnaðarlátunum í lokin. Þar að auki fékk hann gæsahúð þegar hann hlustaði á La vie en rose og hann fann hvernig hárin aftan á hálsinum lyftust upp. Amma hefði gjarnan getað hugsað sér að annaðhvort Bruno eða Greta fetuðu í fótspor hennar á listabrautinni og á hverjum jólum og í sérhverri afmælisveislu var hún vön að setja upp stutt leikrit sem þau fluttu 3 saman fyrir foreldra Brunos og afa. Hún samdi leikritin sjálf og var jafnan sjálf í besta hlutverkinu eða það fannst Bruno þó að honum væri nokkuð sama. Venjulega var einhver söngur í leikritinu. Á ég að taka lagið, Ríurnar mínar? Spurði hún alltaf fyrst. Og svo var oftast atriði þar sem Bruno sýndi töfrabrögð og annað þar sem Greta dansaði. Leikritin enduðu ævinlega á því að Bruno fór með langt kvæði eftir eitt af þjóðskáldunum með orðum sem hann átti erfitt með að skilja, en hljómuðu alltaf fegurri og fegurri því oftar sem hann las þau. En það var ekki það besta við þessar litlu sýningar. Það besta var að amma saumaði búninga handa Bruno og Gretu. Það var alveg sama í hvaða hlutverki hann var eða hvað það var lítið samanburði við hlutverk ömmu eða Gretu.
Þá fékk Brúnó alltaf að klæða sig upp sem prins eða arabískur fursti eða jafnvel sem rómverskur skylmingaþræll, eins og gerðist einu sinni. Amma bjó til kórónur eða þegar þurfti ekki kórónur, þá bjó hún kannski til spjót. Og þegar ekki þurfti spjót voru búnar til svipur eða vefjarhettir. Það var ómögulegt að vita hvað ömmu dytti í hug næst. En þegar vika var til jóla hóaði hún daglega í Brúnó og Grétu heim til sín á æfingar. Síðasta leikritið sem þau fluttu hafði reyndar endað með ósköpum og Brúnó varð enn leiður þegar hann minntist þess þó hann var ekki viss hvað hefði valdið rifrildinu. Það bil einni viku fyrr hafði heimilið verið í uppnámi og það tengdist því að nú áttu María, kokkurinn og Britinn Lars að ávarpa pabba sem herr kommandant. Og það áttu einnig allir hermennirnir að gera. Þeir sem voru alltaf á þönum inn og út og notuðu húsið að mati Brúnós eins og þeir ættu heima þar, en ekki hann. Það hafði verið spenna í húsinu í margar vikur. Fyrst komu firringurinn og fallega ljósháða konan í kvöldverð og enginn í húsinu hugsaði annað þar til það var yfirstaðið. Og svo var það þetta með að ávarpa föður hans sem herr kommandant. Móðir Brúnós hafði sagt honum að óska föður sínum til hamingju og það hafði hann gert. Þó að ef hann væri hreinskilinn við sjálfan sig, og það reyndi hann alltaf að vera, var hann ekki alveg viss hvað hann var að óska honum til hamingju með. Á jóladag klæddist faðir hans glænýjum einkennisbúningi sínum, stífuðum og pressuðum sem hann klæddist nú á hverjum degi. Öll fjölskyldan klappaði þegar hann birtist í honum í fyrsta sinn. Búningurinn var svo sannarlega mjög sérstakur. Í samanburði við aðra hermenn sem gerðu sig heimakomna í húsinu bar búningur föður hans af og hinir virtust bera enn meiri virðingu fyrir honum eftir að hann fékk hann. Móðir Brúnós fór til hans og kyssti hann á kinnina og strauk hendinni yfir jakkana framanverðu og sagði hvað henni fyndist efnið fínt. Heiðursmerkin framan á jakkanum vöktu sérstaka aðdáun Brúnós og hann fékk að setja upp húfuna í smá stund þegar gengið hafði verið úr skugga að hendur hans voru hreinar. Afi var mjög stoltur af syni sínum þegar hann sá hann í nýja búningnum, en amma var svo eina sem virtist ekki finnast mikið til hans koma. Eftir kvöldmatinn, þegar hún, Gréta og Brúnó hefðu sýnt nýjustu uppfærsluna sína, settist hún döpur á svip í einn hægindastólinn og horfði á föður hans, meðan hún hristi höfuðið eins og hann hefði valdið henni miklum vonbrigðum. Ég er að velta því fyrir mér hvort mér hafi mistekist uppeldið þitt, Ralf, sagði hún. Skyldu allar þessar leiksýningar sem ég lét í taka þátt í sem barn hafa leitt til þess að þú hafi gaman af að klæða þig upp eins og strengjabrúða? Svona, mamma, sagði faðir hans umburðarlyndur. Þú veist að þetta er hvorki staður né stund. Þú stendur þarna í búningnum þínum eins og hann gerir þig sérstakan að einhverju leyti, hélt hún áfram. Þér virðist alveg sama hvað hann táknar, hvaða merkingu hann hefur. Natalía, við vorum búin að ræða þetta, sagði afi. Þó allir vissu að þegar amma vildi segja eitthvað, þá fann hún alltaf leið til þess, alveg sama hvað það reyndist óvinsælt. Þú ræddir þetta, Matthías, sagði amma. Þú talaðir þar við trémanninn, en ekki mig, eins og venjulega. Þetta er veisla, mamma, sagði faðir hans og andvarpaði. Og það eru jól, við skulum ekki eyðileggja kvöldið. Ég man þegar stríðið byrjaði, sagði afi stoltur þegar hann starði í eldinn og hristi höfuðið. Ég man þegar þú komst heim og sagðir okkur að þú hefði gengið í herinn og ég var viss að þú myndi koma þér í vandræði. Já, og hann gerði það, hann kom sér í vandræði, Matthías, sagði amma ákveðið. Líttu bara á hann, það er næg sönnun. Og sjá þig núna, hélt afi áfram og lét sem hann heyrði ekki í henni. Ég verð svo stoltur þegar ég sé að þér hefur tekist að vinna þig upp í ábyrgðarstöðu. Að hjálpa þjóðinni að endurheimta stolt sitt eftir allt ranglætið sem hún hefur þurft að þola. Það er miklu refsingar. Æ, hlustaðu á sjálfa þig, hrópaði amma.
Hvor ykkar skyldi nú vera heimskari? En Natalía, sagði móðir Brúnós og reyndi að lægja öldurnar. Finnst þér Ralf samt ekki glæsilegur í nýja búningnum? Glæsilegur, spurði amma meðan hún hallaði sér fram og starði á tengdadóttur sína eins og hún hefði misst vitið. Meiri kjáninn sem þú getur verið. Er það virkilega það sem þér finnst vera mikilvægast í lífinu? Að vera glæsilegur? Er ég glæsilegur í sirkusbúningnum mínum? Spurði Bruno, því hann hafði verið í þess konar búningi í veislunni þetta kvöld. Rauðum og svörtum búningi sirkusmeistara. Og hann hafði sjálfur verið mjög stoltur af honum. En hann var ekki fyrirbúinn að láta orðin út úr sér en hann sá eftir því að hafa opnað munninn. Því allir hinir fullorðnu litu á hann og grétu eins og þau væru búin að steingleyma að þau væru viðstödd. Upp á loft, krakkar, flýtti móðir þeirra sér að segja. Farið upp til ykkar. En við viljum það ekki, mótmælti Greta. Getum við ekki leikið okkur hérna niðri? Nei, krakkar mínir, sagði móðir þeirra mjög ákveðið. Farið upp í herbergin ykkar og lokið dyrunum á eftir ykkur. Þið hermenn hafið hvort þið ekki áhuga á neinu öðru, sagði amma og lét sem hún sæi ekki börnin. Að líta vel út í fínu búningunum ykkar. Að klæða ykkur upp og framkvæma svo þessar hræðilegu hluti sem þið gerir. Ég skammast mín. En ég kenni sjálfur mér Ralf, ekki þér. Upp nú, Bruno og Greta, sagði móðir þeirra og klappaði saman lófanum og í þetta sinn komust þau ekki hjá því að hlýða henni og standa upp. En í stað þess að fara beint upp í herbergin sín, lokuðu þau dyrunum, settust niður efst í stiganum og reyndu að heyra hvað hinir fullorðnu voru að segja niður í stofu. Raddir mömmu og pabba voru samt óskýrar og það var erfitt að greina orðaskil. Það heyrðist alls ekkert í afa og rödd ömmu var sérkennilega dauf. Að nokkrum mínútum liðnum var hurðinni hrundið upp á gátt og Greta og Bruno hentust á fætur meðan amma sótti kápuna sína af fataslánu í forstofunni. Skammast mín, kallaði hún áður en hún fór, að minn eigin sonur skuli vera föðurlandsvinur, hrópaði faðir hans, sem hafði kannski aldrei lært regluna að grípa ekki fram í fyrir móður sinni. Fyrr má nú vera föðurlandsvinur, hrópaði hún á móti. Sjáið bara fólkið sem kemur í húsið í boði þínu. Mér býður við því og frekar vildi ég rífa augun úr höfðinu á mér en að sjá þig í þessum búningi, bætti hún við áður en hún rauk út úr húsinu og skellti hurðinni á eftir sig. Bruno hafði ekki hitt ömmu sína oft eftir þetta og hafði ekki einu sinni haft tækifæri til að kveðja hana áður en þau fluttu til Auschwitz. En hann saknaði hennar mjög mikið og ákvað að skrifa henni bréf. Þennan sama dag settist hann því niður með pappír og penna og sagði ömmu sinni frá því hvað hann væri óhamingjusamur þarna og hvað hann óskaði sér heitt að vera staddur heima í Berlín. Hann sagði henni frá húsinu og garðinum og bekknum með skiltinu og háu girðingunni og trésímastaurunum og gaddavíknum og hrjóstrugu landinu handan við girðinguna og bröggunum og reykháfunum og hermönnunum. En fyrst og fremst sagði hann henni frá fólkinu sem bjó þarna og röndóttu náttfötunum sem það klæddist og bómullarhúfunum. Og svo sagði hann henni hvað hann saknaði hennar mikið og endaði bréfið með því að skrifa frá Bruno, sona sinni þínum sem þykir svo vænt þig.